Komið þið sæl. Ég heiti Runólfur Smári Steinþórsson og prófessor í viðskiptafræðideild og ég ætla að kynna hérna sérsviðið stjórnun og stefnumótun í meistaranámi í viðskiptafræðideild. Stjórnun og stefnumótun er eitt af elstu sérsviðunum í meistaranáminu og námið fjallar nýjustu þekkingu á sviði forystu og stjórnunar og þar má nefna árangurstjórnun, breytingastjórnun, skipulag fyrirtækja, stefnumiðaða stjórnun, stjórnarhætti fyrirtækja og þekkingarstjórnun. Og dæmi námskeið á sérsviðinu eru samkeppnishæfni. Það námskeið kennt í samstarfi við stofnun Michael Porters í Harvard og hluti af neti 100 háskóla, þannig að þetta er mjög alþjóðlegt námskeið. Síðan námskeiði skipulag á atferli, námskeiði forystu og leiðtoginn, stefnum við stjórnun, stjórnarhættir og samningafærni. Og þessi námskeið svona gefa einsinn inn í fæið og kallast á við megineinkennin. Og hvers vegna stjórnun og stefnumótun? Forysta, skipulag og stjórnun er lykill að árangri í verðmætasköpun. Og skilningur á samkeppnishæfni, sérstaklega, ýtir undir árangur. Samkeppnisforskot er nauðsynlegt hverju fyrirtæki og í raun forsenda fyrir framúrskarandi arðsemi. Og góð stefna stuðlar að samkeppnisforskoti. Og stefna er vegvísir að árangri og snýst að ná góðri stöðu í umhverfinu, nýta auðlindir fyrirtækja og hvetja fólk til dáða. Þessi atriði saman undirstrika að forysta, skipulag og stjórnun er lykill að árangri í verðmætasköpun. Námið er 2 ára nám, 120 ECTS einingar og fólk útskrifast með MS gráðu. Hvert námskeið er 7,5 ECTS einingar. 2 ára námið er við fullan námshraða. Það er kennt í lotum, 4 lotur á kennsluári og hver lota 7 vikur. Nemendur taka því einungis 2 námskeið samtímis sem þýðir meiri dýpt og meiri fókus á hvert námskeið í senn. Námsleiðin samanstendur af 7 skyldunámskeiðum, 3 í bundnu vali og svo 2 valnámskeið sem hægt er að velja úr miklum fjölda námskeiða. Og náminu lýkur með 30 eininga lokaritgerð þar sem nemandi rannsakar eitthvað á sínu áhugasviði innan sérsviðsins. Í raun er ritgerðin lykillinn að því að verða meistari. Þetta sérsvið gefur mörg tækifæri varðandi störf að námi loknu og við getum nefnt forstjórastarf, framkvæmdastjórastarf, líka er sérhæft stefnustjóra og líka teymistjóra, ráðgjafar sem að vilja vinna að stefnumótun, fá góðan undirbúning á þessu sérsviði og einnig er það undirbúningu fyrir önnur sérfræðistörf í stjórnun. Inntökuskilyrði í námið eru forkröfur, forkrafan er BS eða BA próf úr háskóla og 725 er lágmarksenkunin. Nemendur þurfa ekki að hafa BS próf í viðskiptafræði, heldur geta komið úr öðrum greinum, en ef þeir koma úr öðrum greinum þá taka þeir undirbúning sem heitir inngangur að rekstri og þar er farið yfir fjölda greina sem eru viðskiptafræði greinar. Og nánari upplýsingar inntökuskilyrði eru á vef deildarinnar. Annað sem er mikilvægt er að nemandi sem hefur nám í viðskiptafræðideild, hann er að koma inn í hóp 600 nemenda í meistaranámi og það er mjög öflugt nemendafélag, Maestro, og nemandi getur myndað gott tengslanett og fær gott veganesti út í atvinnulífið og hann kynnist atvinnulífinu á margan hátt í gegnum gestafyrirlestra, heimsóknir, stundarkennarar koma frá atvinnulífinu, það er verið að gera verkefni í námskeiðum og lokaverkefni eru líka oft unnin í samstarfi við fyrirtæki. Þjónusta háskólans er góð og það er hægt að kynna sér námið nánar á vefsíðu viðskiptafræðideildar viðskipti.hv.is. Einnig er nemendaþjónusta félagsvísindasviðs að veita ráðgjöf ef á þarf að halda. Og umsóknarfrestur er til 15. apríl. Takk fyrir.